Komið sæl og velkomin í Taktíkina. Í dag ætlum við að ræða andlega uppbyggingu og hvað þátt hreyfing spilar í andlegri líðan. Ég kom með frábæra viðmælendur. Það hann Kristján Gunnar, hann sálfræðingur hjá Litlu kvíða meðferðarstöðinni. Það ekki rétt hjá mér? Jú, það passar. Akkurat. Og svo eru þeir stelpur frá Sjálfsrækt, Guðrún Arngrímsdóttir og Hrafnhildur Reykjalín Vigfúsdóttir. Akkurat. Bara velkomin öll. Takk fyrir boðið. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma að spjalla þetta. Það ástæða fyrir að þið eru hérna en ekki einhver aðrir. Það vegna þess að þið hafið spáð mikið í, því sem gengur á í höfðinu á fólki, það ekki? Og þið hafið tvinnað svolítið mikið saman við hreyfingu. Getið aðeins sagt mér frá því, hvað gerið þið hjá Sjálfsrækt? Hvar er að byrja? Já, einmitt. Við náttúrulega tökum á móti fólki í stöð í tíma og þá erum við við erum með hreyfingu eins og jóga og qigong og svona góða hreyfitíma og grunnurinn í til dæmis jóga og qigong náttúrulega svolítið hugurinn. Þannig að þetta kallast oft hreyfi hugleiðsla. Þannig að þar erum við að blanda saman eins og andlega og líkamlega. Þannig að við getum kannski tekið að þaðan. Og svo bjóðum við líka upp á allskyns fyrirlestra og námskeið sem að varða andlega uppbyggingu. Við erum með markþjálfun og heilsuráðgjöf líka. Þannig við lítum alltaf á heilsuna einmitt ekki sem líkamlega eða andlega heilsa, heldur bara þetta allt ein heildræn heild sem að þarf að vinna saman. Og hvernig datt ykkur þetta í hug að í rauninni gera þetta svona? Aðalega held ég að það hefur verið bara þegar við kynnumst og förum að skoða aðeins í verkfærakistunni okkar og sjáum að við erum að gera rosalega margt svipað. Hvað það væri ótrúlega skemmtilegt að setja það allt saman í bara einn pakka og gera þetta. Þetta var bara draumur hjá okkur báðum í sikuru lagi sem að svo bara virkaði mjög vel. Allan að lofar því. Já, sko ég kem úr þjálfun, búin að vera einkaþjálfari í mörg ár og byrja kannski ekki alveg á þessum stað með hugarfarslega þáttinn, að bara meira svona líkamlegt. Svo bara einhvern veginn eftir sem að læri meira og upplifir meira og þroskast og allt þetta, þá fór þetta svona hugarfarslegi þátturinn að skipta miklu meira máli og mér persónulega fannst það bara vanta inn í þessa nálgun. Þannig að þegar við hittumst og einmitt bara komumst að því að bara við höfum sömu sýn á hlutina, þá náttúrulega kom ekkert annað til greina en að bara koma með það inn í samfélagið. Já. Og einmitt alltaf skemmtilegt út að Guðrún segir, hún kemur alltaf sem íþróttakona líka og hreyfir sig mikið og allt það. Og þrátt fyrir að ég hefur hreyft mig kannski alltaf mikið í gegnum tíðina, en þá var ég miklu meira í andlegum málum, ekki það þurfa að vera annarkvort eða. En svo finn ég einmitt meiri þörf á hreyfingu út af þessu andlega ferðalagi og finn hvernig hreyfing gerir mér rosalega gott fyrir Kristján, þú ert hjá Litlu kvíða meðferðarstöðinni. Viltu segja okkur aðeins svona frá því hvað þið eruð að gera þar? Þú? Já, sko Litla kvíða meðferðarstöðin bara sálfræðistofa og við fáum alls konar verkefni á okkar borð og kannski eins og nafnið gefur til kynna þá sinnum við öllum kvíðavanda, alveg þvert á allar kvíðaraskanir. Sinnum líka öðrum tilfinningavanda, á borð við depurð, reiði, hegðunarvanda og í rauninni allt bara það sem getur komið upp á svona í andlegri líðan. Og við erum að sinna einstaklingsmeðferðum, hópmeðferðum, erum líka með fyrirlestra og námskeið. Og svo það alltaf að færast í aukanum hjá okkur og við erum líka farin að handleiða aðra fagaðila út í bæinn. Það alveg orðinn þokkarlega svona stór partur af vinnun okkar. Þannig að þetta svona það helsta sem við gerum, myndi ég að segja. Já, þú varst að brasi í þessu fyrir sunnan, en þú ert ekki Reykvíkingur. Nei. Nú ertu komin aftur heim. Akkurat. Hérna fögru Húsavík. Akkurat. Hvernig það að taka þessa vinnu með sér heim á Húsavík? Það hefur bara gengið mjög vel hingað til, sko. Ég bara ótrúlega ánægður að vera komin aftur heim, sko. Mér leiði nú alveg mjög vel í Reykjavík og hef alltaf liðið bara vel það sem ég hef búið. En það alltaf best að vera komin heim, sko. Það sem mamma og pabbi og fjölskyldan sko. Já, einmitt, auðvitað. En hvað myndir þú segja, sko, þú hefur haft bæði skjólstæðingar sem eru íþróttafólk og líka bara, auðvitað náttúrulega erum við eiginlega til að ræða það að hreyfing skiptir máli fyrir andlega þáttinn hjá öllum, ekki bara íþróttafólki.
hvað myndir þú segja, eða hvað ráðleggur þú fólki svona í tengslum við hreyfingu og hvernig það byggja sig upp? Þegar stórt spurt, sko. Fer alltaf svolítið eftir bara náttúrulega hver markmiðin eru. Ég myndi alltaf mæla með að finna sér áhugamál sem felur í sér einhvers konar hreyfingu. Því að það náttúrulega alveg vitamál að það getur haft mjög jákvæð áhrif á náttúrulega andlega líðan. Og það svo sem margþætt, bæði náttúrulega svona þessi svokölluðu velíðunarhormón sem maður finnur flæða líkamann þegar maður hreyfir sig. Svo það líka félagslegi þátturinn þegar maður náttúrulega er að hreyfa sig. Þá maður að kannski tengjast öðrum, styrkja tengsli, æfingafélagann og svo framvegis. Svo það líka náttúrulega bara þegar maður finnur maður að verða betri í einhverju, alveg óháð því hvort það sé á keppnislevel eða ekki. Þá finnur maður að bæta sig og maður að afreka eitthvað sem maður náttúrulega getur látið mann svona finna fyrir stolti eða ánægði með sjálfan sig. Og svo líka svo sem bara fyrst og fremst getur það farið svolítið eftir hverju gildi manns eru. Ef maður svona skilgreinir sjálfan sig sem svona heilbrigða og hrausta manneskju, eða það svona gildi sem hafa mikil áhrif á mig, að þá myndi ég náttúrulega vilja helst hegða mér eins mikið í takt við það og ég get. Og náttúrulega ef til dæmis partur af mínum gildum að vera heilbrigður, geta hlaupið og farið í fjallgöngur og þetta allt saman. Og því meira sem ég hegða mér í takt við það hvernig manneski ég vil vera, þá náttúrulega hlýt ég að vera ánægður með sjálfum mig. Þannig að það eru svona margþætt áhrif sem þetta getur haft á mann. Nú vorum við að tala þessi munurinn á því að vera íþróttamanneskja og að stunda hreyfingu. Hvernig til dæmis eins og ykkur, þið fáið væntanlega fullt af fólki sem hefur ekkert verið íþróttafólk endilega. Algjörlega. Hvernig hjálpar maður, einhverjum á stað sem til dæmis kannski hefur bara aldrei stundað íþróttir og finnst kannski bara að sé svolítið svona einhvern veginn eins og illa gera hlutur í einhverju svona hreyfingar umhverfi? Já, það algengt. Og við erum að tækla það bæði í heilsuþjálfuninni þar sem við erum einstaklinga og inn í stöð. Og eins og þú varst að segja, fyrst og fremst náttúrulega bara mikilvægt, við þurfum að finna hvað skemmtilegt. Það þarf að vera gleði í þessu. Og það bara að leita í rauninni, bara að leita og pröfa. Og mér finnst allavega ótrúlega mikilvægt að bara einstaklingurinn upplifi það að hann hafi pínu stjórn. Þó þú mætir í hóptíma, þá ertu ekki allt alla hina. Þú færð að gera þetta á þínum forsendum og gera þetta af þínu. Þannig að bara, mér finnst mikilvægt að fólk fá að heyra það. Að bara þú kemur á þínu forsendum þegar ég mætti þar sem þú ert. Skoðum svo bara hver þína bestu leiðir eru. Og nákvæmlega eins og Kristján segja, hver eru markmiðin og hver tilgangurinn með þessu. Og við vitum það náttúrulega bara hreyfing okkur mannfólkinu bara nauðsynleg. Við þurfum öll að hreyfa okkur. Við erum búin til þess að hreyfa okkur. Og við þurfum ekkert endilega að vera í keppni og það náttúrulega það sem við sjáum svo oft. Það gott að blessa og allt gott við það að vera í keppni en við öll hin sem erum ekki þar þurfum samt sem aðra að finna okkur einhverja hreyfingu við hæfi og gera eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt bara til þess að rækta líkamann og sálina. Það orðið svolítið samfélagið okkar orðið svo til dæmis bílavætt. Það eins og það ekki lengur þetta með að fólk kannski hreyfi sig rosalega mikið á milli staða og notar í rauninni líkamann til þess að komast eitthvert. Við erum rosalega bílavætt, út allt. Það eins og fólki líði eins og það þurfi að skrá sig í einhverja tíma eða einhverja íþrótt til þess að teljist sem hreyfing. En það samt kannski þarf ekkert endilega að vera þannig. Nei, alveg samanlega. Algjörlega. Algjörlega. Þannig eins og það koma svo sem inn og þú ert að segja að maður þarf ekkert endilega að kaupa kort í ræktina eða fara að byrja af íþrótt, heldur bara gera jógaæfingar heim í stofu eða fara út í göngutúr eða fara að synda eða hvað sem það bara fyrst og fremst eins og það sögðu finna einhvers konar hreyfingu sem að þú hefur áhuga á og lætur þér líða vel og það myndi ég segja að vera algjörlega svona fyrsta skrefið. Hefur þú lent í því að fá einhvern skjólstæðing til þín sem að bara neitar að nota þetta tól að hreyfa sig? Já. Það alveg, getur verið býsna algengt til dæmis í þunglyndisvanda. Að það kannski skortir svona þrek og orku og svona vilja til þess að fara að hreyfa sig. Og þá þarf maður náttúrulega fyrst og fremst bara að byrja að kortleggja vandann og reyna að finna út með skjólstæðinum hvað það sem að lætur hann tikka, hvað það sem að hann hefur áhuga á.
ef ég ætla að fara að taka einhvern úling sem hefur ekki nokkurn áhuga á að fara út að hlaupa eða eitthvað svoleiðis, þá myndi ég ekki byrja að senda hann bara út í búð og kaupa hlaupaskó og fara að hreyfa sig, sko. Við myndum fyrst og fremst þurfa að reyna að finna eitthvað sem hann hefur áhuga og reyna að hjálpa honum að sjá tilganginn í því, reyna að finna einhvern hagnað í því að hreyfa sig. Ég held að það verði hægt að byrja á því. Hvað segir þið um það? Er þetta ekki líka kannski svolítið hjá okkur svona eldri kynslóðinni og foreldrum að kannski, mér finnst það svolítið svona alið upp í okkur að maður þurfi að æfa einhverja íþrótt til þess að maður sé, að hreyfa sig og vera heilbrigður. Er ekki hægt að gera eitthvað meira, með börnunum sínum eða, hvað segir þið? Ég veit til mæður líka. Algjörlega, minn draumur væri að sjá þetta svona samfélagslega, að væri eðlilegt að labba á milli staða og vera bara úti, af því að það telur alveg. Og ég held samt alveg við séum smá að fara þangað. Ég meina bara á síðasta ári sjáum við alveg að þegar við komumst ekki lengur inn í stöðvar eða sundlaugar, þá fórum við að bjarga okkur. Þannig ég held að sé alveg von til þess að samfélagi geti orðið svona hreyfið samfélag, þannig að þetta sé bara náttúrulegt. En þarna komum við náttúrulega líka inn í bara samfélagi sem við búum í, sem dálítið, hratt samfélag. Það er mikil streita í samfélaginu. Við erum að taka á okkur rosalega mörg verkefni. Við erum að gera allt, þannig að oft notum við örugglega bílinn til að koma okkur hraðar á milli staða, sko. Við þurfum að fara úr einu og í annað og ræktin eða það að rækta líkamann og rækta andan getur líka orðið enn eitt verkefni sem ég þarf að tækla. Ef ég er ekki að tækla það, þá bara maður verður með samviskupið við því. Þannig og það svona skiptir máli að mæta sér á annan hátt og mæta sér með mildi og að skoða bara hvað er það sem að gefur mér. Er það að taka smá stund og labba innan tré eða að skokka á ströndinni, vera nálægt sjó. Hreyfing getur verið svo margt annað heldur en akkurat klukkutími hér afmarkaður. Já, við erum svolítið mikið alltaf þessu allt eða ekkert, skilur. Ef ég kemst ekki klukkutíma hér, þá bara ger ég ekki neitt. Ég gæti komist í korter að labba. Ég held við þurfum bara aðeins að víkka hvernig við hugsum. Það er kannski frekar að verða einhvers konar hugsanaháttur eða lífstílsbreyting heldur en að taka sér frá svona litla klukkutíma hér og þar og vera sá samt að deyja úr stressi allan hinn tíma. Já, bara þetta er svona eðlileg hluti kannski að deyjinu bara. Það er góða punktur sem við kemur inn á með lífstílinn og maður tekur alveg eftir því þegar maður flutti aftur norður til Húsavíkur að þetta eru nú stuttara vegalengdir út allt. Ég er 2 mínútur á hjóli í vinnuna og ég er 10 mínútur að labba í vinnuna en samt einhvern veginn fer maður yfirleitt á bílnum af því að maður til þess þurfa að drífa sig. Og á þess að ætla að vera eitthvað að skjóta of mikið á Húsvíkinga, ég held að þetta sé ekkert öðruvísi þar heldur en í öðrum litlum bæjarfélögum. Það eru yfirleitt 2 bílar á flestum heimilum, þráttur ef þú sért korter að labba bæinn í enda, sko. Já. Þannig ég held að væri ágætt að fara aðeins bara að byrja að skoða aðeins lífstílun okkar og ef við höfum ekki tíma til þess að taka klukkutíma æfingu seinni partinn af því við þurfum að sinna krökkunum með heimilinu eða hvað sem það getum við þá bara að byrja að labba í vinnuna. Er það í boði, þá ertu komið með kannski 10, 15, 20, 30 mínútur af hreyfingu á dag. Fersku lofti. Já, fersku lofti líka. Þannig að þetta þarf ekkert að vera eitthvað svakalegt dæmi, að fara í ræktina eða vera að stunda eitthvað sport þannig, sko. Nei, einmitt. Þetta eru mjög góða punktur. Við þurfum að henda aðeins í auglýsingahlé. Nú erum við bara búin að tala saman í 13 mínútur því ég held að þetta myndi vera lengi að líða. Það var þannig ekki. Heyrðu, við förum í örstutt auglýsingahlé og svo höldum við áfram að ræða andlega uppbyggingu. Velkomin aftur í taktíkina. Við erum að spjalla andlega uppbyggingu og hvað þátt hreyfing spilar í andlegri líðan. Það er stundum sagt að það að fara til sálfræðings eða að sækja sér einhverja andlega hjálp gæti verið í rauninni eins og að fara í ræktina, bara andlega. Hvað segið þið um það? Já, ég get alveg tekið undir það, sko. Stundum þarf maður bara smá leiðbeiningar og svona guidance það hvernig er æskilegt að hugsa eða að sjá hlutina og það er alveg hægt að setja það í samhengi við að finna sér einkaþjálfara eða þjálfara í ræktinni, sko. Já, sérðu þig svona pínlítið sem svona andlegan einkaþjálfara? Já,
Já, það má alveg orða það þannig sko, í ýmsum tilfellum sko. Get alveg tekið undir það. Já. Svo tölum við stundum það það að fara að æfa hugan, ef við tökum sem dæmi bara núvitund eða hugleiðslu eða eitthvað svoleiðis, að þá byrja maður á einhverju léttu og við tölum stundum eins og maður sé bara með létt lóð eða eigin líkamsþyngd og svo getur maður bætt í og þyngt lóðinn en maður byrjar ekki endilega á djúpulauginni. En hvernig sko hjálpið þið til dæmis fólki sem getur bara ekkert róað hugan? Þú veist, það örugglega fullt af fólki í samfélaginu, örugglega við öll á einhverjum tímapunkti sem náum bara ekki að róa hugan niður. Já, ég sjálfar. Þú veist bara framhald þessu bara áður en sögur þessu bara þetta bara það þarf stöðugt að vera að þjálfa þetta. Þetta ekkert eitthvað sem maður bara fer einu sinni, maður fer ekki bara einu sinni kannski til sálfræðings og þá allt í lagi. Þetta bara mikil þjálfun sem þarf að eiga sér stað, alveg svo bara það að æfa sig að hlaupa. En við bara, þú veist, aðferðir sem við notum, náttúrulega við notum núvitund og kennum aðferðir í núvitund, kennum núvitund, þannig að það bara svona ein aðferð, bara vera með því sem Og þú veist, þið notið sko hreyfingu í rauninni svolítið með núvitundi, eða ekki? Eða hvernig? Jú, og segjum sem dæmi, til dæmis bara í tíma hjá okkur, þar sem við erum með hreyfi hugleiðslu sem dæmi, að fyrir suma getur verið mjög erfitt að fara að setjast niður og bara, ok, ég ætla ekki að hugsa neitt. Við byrjum á byrjuninni og leiðum fólk hægt og rólega gegnum þetta. Og þá getur verið gott einmitt að hreyfa sig mjúklega með og reyna bara að einbeita sér að hreyfingunni, bara vera viðstaddur í eigin líkama, fylgjast með því sem að gerast í líkamanum, hvernig líður mér og svo framvegis. Það ákveðin tegund af núvitund og hugleiðslu. Reyna að sleppa að hugsa hvað var í matinn í kvöld. Já, við stillum alla inn á það, bara í upphafi tíma og því að þú ert kannski að koma úr vinnudeginum, setjast, maður þarf að gefa sér tíma til að bara svona aðeins að skilja við og vera ekki komin í morgundaginn, þannig að við gefum alveg fólki tíma og þjálfum í hverjum einasta tíma þennan vöðva. Og svo bara verður praktikinn og það sem við erum að kenna einmitt bara svona hreyfi hugleiðslu, við erum talað með alveg bæði, þú veist, alls konar fjölbreytta tíma, en sko essensin alveg þetta að hugur og líkami flæði í takt. En þú til dæmis með mikið af skjólstæðingum sem að díla við kvíða og það eru rosalega margir í samfélaginu okkar sem að díla við kvíða, kannski á mismunandi leveli eða þannig, maður á ekki að sletta en ég gerði það. Hversu mikilvæg hreyfing fyrir svona fólk? Eða þú veist, þú veist, það nauðsynlegt? Geturðu tekist á við þetta bara án þess að hreyfa neitt? Það auðvitað alveg hægt að lifa ákveðs lífi og líða vel og það án þess að vera í einhverju sérstakri hreyfingu, sko. En eins og við kannski fórum aðeins yfir áðan svona þessi áhrif sem að hreyfing getur haft, þessi margvíslega áhrif sem við nefndum áðan, það auðvitað eykur líkurnar á að maður, líði betur og fái kannski meira út úr lífinu og þannig að ég myndi alltaf mæla með því að fyrst og fremst bara finna sér einhver áhugamál sem að þau eru til í að stunda og finnst gaman að gera og það væri æskilegast ef að það myndi fela í sér einhvers konar hreyfingu. En svo ég svari spurningunum, nei, það var ekkert endilega nauðsynlegt að hreyfa sig mikið til þess að líða vel, en það hjálpar vissulega. Það hjálpar. Já. Þetta mér bara eins og þegar þörfin eins og þegar þú ert kannski bara í streituástandi, þá ertu ekki að fara að hreyfa þig, þá ertu ekki að fara að hlaupa 10 kilometra, bara þessi mismunandi nálgun á þó þú sért ekki, og ég tala bara, þú veist, ég tala svo mikið sjálfur í mér, bara svo, ég að glíma við bara alls konar, þú veist, ég er bara íþróttamanneskja, svo lendi ég því að glíma við eitthvað svona streitu, þá, þú veist, það hægt að gera svo margt án þess að það sé ekstrím, eða þið vitið, þú veist, hvað, þú veist, að hreyfingin sé ekki streituvaldandi heldur, eða skiljið þessi punktur að þú veist, þú þarft ekki alltaf að fara að gera meira maður fer í það bara, ég ætla út að hlaupa svona, það þarf ég ekki núna. Við erum alltaf að bæta við. Það kortisólið bara í botni. Það náttúrulega svolítið þessi íslenska og nú fer ég bara út að hlaupa svona. Gera þetta almennilega. Nú ertu, þú ert í streitu og þunglyndi og kvíða eða einhver af þessu og nú þarf ég bara að fara að stunda núvitund og nú þarf ég bara að fara að hreyfa mig almennilega og þá var ég betri. Staðan fyrir einmitt bara... Þannig orðið meiri. Hvar getur fundið þessa línu? Algjörlega, það má líka alveg svona, eins og þið að segja, þá snýst þetta ekki bara endilega hreyfinguna sjálfa, heldur í hvaða tilgangi hún gerð. Og ef ég er stanslaust að reyna að eltast við eitthvað svo að fólk geti samþykkt mig eða líka betur við mig, að þá náttúrulega ertu kannski að hreyfa það á röngum forsendum. Og það má svo líka alveg færa rök fyrir því að því svona ofar í, afreksstiganu sem þú ert, því meira keppni sem þetta þá ertu mögulega að fá minni ánægju út úr þessu. Af því að þú ert ekki að gera þetta á þeim forsendum sem myndust á áðan, að bara til þess að veita þér ánægju og
og alltaf svona reyna að bæta lífsgæðin í rauninni. Þannig að hreyfing getur verið streituvaldandi en svona í flestum tilvikum myndi ég halda að hún væri frekar að hjálpa. En væri það þá ekki líka alveg mjög mikilvægt fyrir þá einstaklingar sem í rauninni eru í afreksíþróttum eða stunda íþróttir virkilega að alvöru að finna sér kannski einhvers konar öðruvísi hreyfingu þar sem getur fengið smá frí. Bara eitthvað sem grípur þig kannski. Frá hinu. Allavega þannig að þú skilgreinir ekki bara sem íþróttamannin og þó það væri ekki hreyfing, bara eitthvað annað. Þannig að sjálfsmyndin sé ekki bara fótboltamaður eða eitthvað svoleiðis. Það snýst alltaf ákveðið jafnvægi. Já, hvað gerist eða þú talaðir hérna. Hvað gerist eða þið kippt út úr því sem þú skilgreinir út frá? En við erum bara svo mikið alltaf að bæta við, einmitt. Og þegar okkur finnst við kannski þurfa að laga eitthvað hjá okkur sjálfum eða við erum að díla við kvíða eða eitthvað svoleiðis, að þá eigum við að gera þetta líka og svo eigum við að gera þetta líka. Þannig að lausnindan verða stundum líka bara kvíðavaldandi vegna þess að það verður svo mikið álag. Kannski frekar spurningum að tína úr dagskránni. Oft á tíðum. Oft þarf það kannski fyrst, svo þú getur svona séð, ég meina það er endalaust verið að, þú sér alveg fullt af auglýsingum, það er að selja þér þetta fyrir þessu, þú ert þetta námskeið fyrir þetta. Svona við streitu, svona við bakverkjum, svona við þessu og þú vilt kannski bara gera þetta allt og hvað ertu að koma í hendurnar? Algjörlega, þannig að hver og einn þarf bara svolítið að skoða svona hvernig hans líf, hvar getur hann komið inn þessari hreyfingu. Eins og við vorum að tala áðan hérna að það kannski bara brjálað að gera hjá meðalmanneskjum. Það vinna frá 7 til 4 eða 8 til 5 eða eitthvað og þá þarf að drífa sig að sækja börn inn og versla og fara að elda og svo framvegis. Þannig að það ekkert kannski pláss fyrir neina hreyfingu fyrir en eftir klokkan 8 eða 9 á kvöldin og þá kannski finnst mér ég skulda æfingu þannig ég verða að fara að gera eitthvað, verða að fara út að hlaupa sem þýðir að þá ég kannski farin að færa svefninn ennþá aftar sem kemur síðan þá niður á heilsunni. Þannig að eins og þú sagðir, þá þarf að finna bara jafnvægi í þessu öllu saman. Og það sem við sjáum að vísu líka á hinum endanum að þessu í sjálfsrækt að fólk líka að skuldbinda sig og gefa sér það bara nú ætla ég að mæta 2 sinnum í viku og það líka ákveðið frí bara frá huganum að ég ekki að reyna að finna eitthvað sem ég ætla að gera núna heldur bara, já, ég ætla að mæta, ég ætla að gera þetta 2 í viku, þannig ég að hitta félagana, ég í góðum félagskap, ég að slá 2 flugur í einu höggi og svo framvegis og það líka bara svona ákveðin léttir og andlegri pressu að vera búin að ákveða með sjálfum sér og skuldbinda sig í eitthvað. Þá í eitthvað sem ekki streituvaldandi, eitthvað sem maður ræður við. Það er bara alltaf að taka stöðuna, hvernig einmitt dagskráin í lífið mínu akkurat núna, þú veist bara næstu 2 vikurnar, þú veist það þarf ekki við þurfum ekki alltaf að horfa svona til lengri tíma. Nei. Bara hvernig staðan núna, hvað á ég þarna? En sko af hverju samt erum við svona óð? Af hverju erum við alltaf að reyna að gera meira og meira? Það er svo mikið keppni okkur Íslendingum, við erum svo dugleg. Bara drifkrafturinn er náttúrulega frábær. Við þurfum bara að kunna að fara með þetta einhvern veginn. Já. Og ég held að náttúrulega svona þessi samaburður sem alltaf í gangi kannski ekki að hjálpa. Nei, einmitt. En ef við tölum meira þetta kannski, þá verður fólk meðvitaðra að það á algjörlega að vera bara fyrir mann sjálfan. Einmitt, og maður kannski ekki láta blekkjast of mikið til dæmis af samfélagsmiðlum og svona, þar sem að allir líti út frá að vera rosa duglegir og með allt á hreinu, en kannski er það ekkert alveg þannig, en maður veit það ekki. Bara lifa sínu lífi, sko. Já, ég held að maður þurfi bara aðeins að pæla aftur í hver tilgangurinn með þessari hreyfingu. Er það til þess að ná góður í Instagram-færslu svo að allir sjáu hvað ég duglegur og þar lendi líka betur við mig eða er ég bara fyrst og fremst að pæla í þessu fyrir sjálfan mig. Þannig að það snýst þá aftur bara svolítið jafnvægið og hvað er pointið með þessu, tilgangurinn, svo ég sletti ekki. Tilgangurinn. Og þekkja sjálfan sig. Og er ég að gera þetta af því að allir hinir eru að gera það, af því að það er svolítið svona vinsælt núna. Já. Eða finnst mér bara þetta skemmtilegt. Já, það var til dæmis rosalega lúðalegt í gamla daga að vera á gönguskíðum og núna er það allt í einu bara bara lúðið að þú átt ekki gönguskíði. Já, það ekki. Ert þú ekki alltaf á gönguskíðum? Reyndar ekki. Ég Nei, ok. Er ekki búin að búa nú lengi núna held ég. Nei, þú ferði í það, sko. Næsta vetur. Já. Maður fylgir bara með, en það var bara lykilatriði að þú fáir eitthvað út úr því, það veit þig gleði. Ef þér finnst ekki skemmtilegt, slepptu því. Akkurat. Það má ekki segja það. Finnur það bara hvað annað að gera? Jú, akkurat. Og kannski líka vera aðeins óhræddari við það að gera stundum bara ekki neitt. Já. Er það ekki allt í lagi? Manni finnst stundum að maður þurfi líka að skamma sig. Nei, við þurfum náttúrulega kannski, við þurfum alltaf að vera við þurfum alltaf að sinna ákveðinu svona grunnheilbrigði, við þurfum all hreyfingu og
við þurfum öll næringu og allt þetta, en svo bara spurningin hvenær verður það mikið? Akkurat, en það sem þú varst að segja, þú veist, mamma stundum ekki bara gera ekki neitt. Það einmitt það sem vantar líka oft í dagskrána hjá fólki. Já. Að það hvar tími minn til að hvíla? Er ég einhvern tímann að hvíla? Eða, algjörlega. Og einmitt hvernig svefnir minn og allt þetta, við vitum að þetta skiptir máli, þetta skiptir rosalega miklu máli, en líka það einmitt bara hlusta líkamann og bara hvernig líður mér, taka stöðuna, bara hvernig líður mér akkurat núna. Þú veist, á ég að drífa mig á stað út að ég veit ég hef gott að því, eða hef ég auðvitað gott að því að hvíla núna út af því að ég er með verki eftir síðasta eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að fylgja sinni línu. Já, og finna þetta jafnvægi. Algjörlega. Sko, er eitthvað að lokum sem að þið myndu vilja mæla með til dæmis við fólk sem stundar kannski litla hreyfingu en væri til í að gera meira en veit kannski ekki alveg hvar það á að byrja eða hver vil byrja? Ég skal byrja. Já. Já, bara byrja að reyna að finna eitthvað svona sem hefur áhuga á og til þess að auka líkurnar á að fara út í það og halda áfram í því. Það væri gott að fá einhvern með þér í það, vin, félaga, ættingja eða bara einhvern sem þú ert til í að æfa með. Og þú þarft ekki alltaf að ætla að vera heimsmeistari í því. Það er í lagi að fara bara út í göngutúr í 10 mínútur í dag ef þú nennir ekki meira. Svo getur þú tekið klukktíma á morgun ef þú ert í stuði fyrir það. Þannig að setja sér bara raunhæf og hógvær markmið og helst hafa gaman að því í leiðinni. Sammála og bara einmitt þetta að taka gamanið, bara fyndu gleðina í því sem þú ert að gera. Það kemur þér mjög langt og bara fjölbreytni. Prufaðu nýja hluti. Og þú þarft ekki alltaf að gera það sama, bara gera alls konar. Algjörlega, til þess að einmitt finna það sem hefur áhuga, þá verður að prófa. Fara kannski aðeins út fyrir það endaramann stundum. Já, það hafa allir gott að því, held ég. Fara gönguski. Fara gönguski, til dæmis. Ég tek hjartanlega undir bara það sem þið eru bæði að segja og það getur líka stundum verið alltaf skemmtilegt að hugsa hvað hefði ég gaman að gera þegar ég var barn. Bara að spyrja sig þessu, hvað fannst mér rosa gaman að gera og hef ég prófað að gera það sem ég var fullorðin? Já, og bara við þurfum heldur ekki einmitt, við þurfum ekki að verða meistarar. Þú veist, það má alveg fara á gönguski og vera bara lélegur, þú ert að hreyfa þig. Algjörlega. Þú mátt voru að hlaupa ógeðslega hægt. Já, maður er alltaf svo hræddur einhvern veginn að vera lélegur, að líta kjánalega út og við þurfum kannski bara aðeins að kúpla okkur út úr því. Það er allt í lagi. Ef þú vissir hversu lítið fólk pælir í þér, þá held ég að myndir hafa minni áhyggjur af þér. Akkúrat, það er nefnilega þannig. Maður pælir alltaf langt mest í sjálfum sig. Heyrðu, tíminn er búinn, en bara takk innilega fyrir að koma og spjalla. Þetta var mjög skemmtilegt spjall. Og við bendum bara á litlu kvíðameðferðarstöðina eða þá sjálfsrækt ef að fólk vill fá eitthvað meira að vita frá ykkur. Þá er bara þátturinn búinn í dag. Takk kærlega fyrir að horfa. Ég vil minna á að taktíkin er alltaf aðgengileg á heimasíðunni n4.is, á N4-safninu hjá Sjónvarpi Símans og svo erum við líka alltaf með þættin okkar á Facebook-síðunni N4 Sjónvarp. Takk fyrir í kvöld.